Við verðum að hrópa húrra fyrir þessum mönnum. Lengi lifi, húrra! 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 Hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Björn Valur Gíslason, tekur til máls atkvæðagreiðsluna. Virðulegur forseti, samandregið í eina setningu þá fjallar þetta frumvarp það að heimila fjármálaráðherra að selja eða einkavæða allar þær eignir sem eru komnar vegna stöðugleika samkomulagsins til ríkisins að undanskildu sjálfum bönkunum. Hér verður samþykki Alþingi þetta í dag hafin stærsta einkavæðing sem átt hefur sér stað í sögu þessara þjóðar. Mér vitanlega hefur þingið ekki í höndum upplýsingar hvaða eignir þarna að ræða. Það eru hundruði eigna sem ríkið fékk í hendurnar og kröfuhafar létu á hendi í staðinn þess að fá að sleppa út. Og mér finnst það ábyrgðarhluti að þingmönnum að fagna því sérstaklega að þannig sé nú haldið á máli hér að fjármálaráðherra skuli ætla að skipa 3 manna stjórn félag honum heimilt að gera, honum ekki skylt að gera samkvæmt þessu frumvarpi og ráðast í þessa vegferð. Ég mun ekki greiða þessu máli atkvæði mitt. Einkahlutafélag sem ráðstafar hluta af stöðugleikaframlögum frá slitabúunum tekur til starfa allra næstu daga. Fjármálaráðherra verður stjórnarformaður. Ísland, spiltast í heimi! Fjármálaráðherra verður stjórnarformaður. Gert er ráð fyrir að ríkið greiði upp með hluta stöðugleikaframlags skuldabréf sem nú stendur í 65 milljörðum króna. Fjármála- og efnahagsráðuneyti birti uppfærða tekjuáætlun ríkissjóðs síðdegis. Tekjurnar hafa aukist tæpa 72 milljarða frá fjárlögum ársins. Helmingurinn er að mestu vegna 25 milljarða arðs af Landsbanka og Íslandsbanka en líka vegna þess að skatttekjur hafa aukist því efnahagur hefur batnað. Hinn helmingurinn er stöðugleikaframlag, ekki að það hafi hækkað, heldur verður allt tekjufært á þessu ári, þannig með 384 milljörðum króna. Stærsti einstæki hluti stöðugleikaframlagana er Íslandsbanki. Bankasýsla ríkisins fer með hluti ríkisins í honum. Áætlanir sölu liggja ekki fyrir. Miðjan síðasta mánuð samþykkti Alþingi breytingu á lögum Seðlabankann sem veitir fjármála- og efnahagsráðherra heimild til að stofna einkahlutafélag í eigu ríkissjóðs. Það á annast aðrar eignir ríkisins en Íslandsbanka sem tilkomnar eru af stöðugleikaframlögunum. Einkahlutafélagið á að sjá umsýslu, fullnustu og sölu eignanna eftir því sem við á. Félagið á að ljúka störfum eigi síðar en í árslok 2018. Alþingi verður ársfjórðungslega gerð grein fyrir starfsemi félagsins. Unnið er að stofnun þess og gera má ráð fyrir að það geti starfa innan fárra daga, segir í svari fjármálaráðuneytisins í dag við spurningu Fréttastofu. Ríkissjóður hefur þegar notað hluta af stöðugleikaframlögunum. Þannig voru greiddir 25 milljarða króna þann 1. mars inn á 90 milljarða skuldabréf sem ríkissjóður gaf út til endurfjármögnunar Seðlabankans. Samkvæmt svari fjármálaráðuneytisins er gert ráð fyrir að eftirstöðvarnar, 65 milljarðar, verði greiddar síðar á árinu. Hefurðu sjálfur átt viðskipti í gegnum það sem hefur verið skilgreint sem skattaskjól, átt þar eignir eða farið með peninga í gegnum svoleiðis apparat? Nei, ég hef ekki verið með neinar eignir í skattaskjólum. Ég hef ekki verið með neitt slíkt og á engin hlutabréf eða neina slíka hagsmuni í dag. Þannig að þú hefur aldrei átt eignir eða átt viðskipti í gegnum þessi svokölluðu skattaskjól? Nei, það hef ég ekki gert. Það mál sem að beinist að mér er þegar að horft í gegnum formið óskaplega einfalt. Hvernig getur þú sagt að sé einfalt, Bjarni? Þú kaupir fasteign í Dubai með viðkomu í Luxemburg, eiginlega Panama, Seychellum og Dubai. Þetta eru 4 heimsálfur. En ert þú rétti maður til að bjóða út útboð á aflandskrónum, Bjarni? Já, ég er það. Hins vegar eru þetta stjórnmálamenn þeir sem að setja almennar leikreglur og ef að stjórnmálamenn sem aftur kannski í krafti svona auðjöfra sem að hafa auðgast í gegnum það að fara á svig við lögin, ef að þeir eru ef að stjórnmálamenn eru studdir af slíku fólki, þá er náttúrulega hætt á því að regluverki í rauninni sé sett upp þannig að þessi gerningar séu gerðir allir löglega. Niðurstaðan er sú að það virðist hafa verið algengt að framámenn á ýmsum sviðum íslensks samfélags hafi getað tekið 100 milljóna króna lán hjá bönkunum til að setja með leynd í fjárfestingafélög á aflandseyjum án þess að taka með því nokkra persónulega áhættu. Það sjást fjöldi dæma í Panamaskjölunum sem Kastljós og Reykjavík Media munu fjalla frekar á næstunni. Þessir aðrar sem lána þessa peninga til þess að græða á því, ekkert ljótt við það. Þeir eru menn
sem vilja græða á daginn og grilla á kvöldin og þeir vilja bæta kjör sín og sinna. Halleluja.